Eiríkur Örn heiti ég og ég hef komið hérna áður og ætla að fjalla áhrif þess að greinast með krabbamein á geðslag. Mér var ætlað ansi mikið hlutverk og ég veit ekki hvernig tekst að komast yfir allt þetta efni en ég ætla að reyna að gera mitt besta og mér finnst ágætt líka að ef það er eitthvað sem er óljóst að mig er að tala þá spyrjist ég bara fyrir þess og þá reyni ég að svara. Ég ætla að tala fyrst álag og hvernig það tengist líkamsviðbrögðum og síðan ætla ég að tala sérstaklega þunglyndi og kvíða og enda kannski á því að fjalla aðeins hvað við getum gert til að takast á við takast á við vandan. En við erum náttúrulega stöðugt undir álagi og ég var undir ákveðin álagi þegar ég var að koma hingað vegna þess að ég hefði gleymt farsímanum heima og gat ekki látið vita því að ég er aðeins of seinn. En það er í sjálfu sér eðlilegt og þannig bregst líkaminn við þegar að við þurfum að takast á við aðsteðjandi vanda. En þannig að streita er óhjákvæmilegur hluti daglegs lífs og streita er ekkert nýtt fyrirbrigði. Við höfum vanist því að vera undir álagi frá því við í rauninni fæddumst og í rauninni má sýna fram á það líka að það finnst þegar í móðurkviði finnast merki álag hjá en þannig að vissulega eykur álagið hæfni og í rauninni bregst líkaminn við streitu eins og bráðri hættu. En afleiðingar streitu er miklu algengar en við höldum. En það er í þessu tilfelli kannski langvarandi álag sem að getur valdið veikindum og ég ætla aðeins að reyna að fjalla Og það er mikilvægt að átta sig á þessi nánu tengsl milli líkama og sálar og fyrir nokkur málum síðan þá var þetta hefti í Newsweek tileinkað viðfangsefninu. Streita er orð sem kemur úr verkfræðinni og það er maðurinn nafni Selye sem er hugmyndasmiðurinn að þessu hugtaki og hann notaði þarna líkingamál. Þið sjáið að þessi brú sem að bíllinn er að keyra yfir er undir talsvert miklu álagi og þegar álagi fer yfir ákveðin mörk þá er hættu því að brúin bresti og þannig er það náttúrulega líka með líkamann. Þannig að skelfing er oft fyrstu viðbrögð við álagi og sem við sjáum skýrt á þessari mynd. En það eru ýmis viðbrögð sem leysast úr læðingi þegar við erum undir álagi. Það er skjaldkirtilshormónin eykst í blóði og endorfín losnar, blóðsykurinn hækkar og það er aukin þéttni kólesteróls og adrenalín, streituhormónin eykst í blóði og það streymir blóð frá meltingafærum til vöðva, öll skilningavit verða ofurnæm og þetta er þessi heimasíða sem ég ætla nú sem þið geti kallað upp hjá okkur og ég get látið hana Unnu fá tengilinn fyrir eða fá þessa glærur þannig að get ég ekki farið með bendilinn á ekki þegar ég er í sjóunni, nei. Já, nei, ég ætlaði bara að kalla upp þar sem ég er með hérna, sko. Ég ætlaði að benda á nei, já, það er rauninni hann, já. En ef ég smelli er þetta ekki virt, já, ok. Já, smelti bara, tvísmelt, já. Já, einmitt. En það er ekki víst að tölvan sé sett upp fyrir þetta en þið getið jú, sko til nei já, þetta er bara örstutt, já
já, en ég ætla að sjá hvort ég get kallað þetta upp. En þetta sýnir hérna hvernig á myndrann hátt mjög vel hvernig ónæmiskerfi bregst við undir álagi og þið getið þá bara fengið þessar glæru sendar síðar. Nei, allt í fínu. Ok, er það ekki ásættanlegt ef þið getið skoðað þetta bara heima hjá okkur sjálf, hver á sínum stað og en það er þessi glæri nú því miður á ensku en hérna ég ætla aðeins að útskýra hvernig það er þegar að við erum undir miklu álagi að þá bregst líkaminn við hérna þannig að viðnámsþróttur líkamanns minnkar en líkaminn hefur þessa dásamlega hæfileika til þess að auka viðnámsþróttinn og þegar álagið er stöðugt og langvarandi að þá verður viðnámsþrótturinn meiri og meiri heldur en venjulegt er og við færumst sem sagt frá þessu hérna neyðarviðbragðsstigi yfir á annað stig þar sem að og þetta stig getur varað mjög lengi en ef álagið er mjög langvarandi að þá endar það að lokum með því að viðnámsþrótturinn minnkar og hérna þannig að það sem að við þurfum að reyna að gera er náttúrulega að hjálpa líkamanum sem mest við getum og að takast á við álag. En þannig að ókostir streituviðbragðsins er að það hentar ekki vel til að takast á við langvarandi álag og langvarandi álag það gengur á orkuforða líkamans og leiðir til vöðvarýrnunar og þreytu. En streituviðbragðið það hins vegar hjálpar okkur til að hlaupa hraðar og stökkva hærra til að bjarga líf og limum, duga að drepa stjórnböðin eru vakin upp. Sé líkaminn virkjar langa hríð vegna áhyggna af útistandandi lánum og svo framvegis getur það að lokum leitt til veikinda. Og ég ætla að sýna ykkur hérna á myndrann hátt hvernig streitan getur haft áhrif jafnvel bara á kvef og þetta er svona, hér sjáum við að þetta er aukin hætta hér á því að fá kvef og þegar álagið er hefðbundið þá er hættan svo sem ekki mikil en þegar álagið er langvarandi og varir hérna frá 1 mánuði, 1 til 6 mánaða, 6 til 7 ára og meira en 7 ár að þá minnkar viðnámsþróttur líkamanns og aukna líkur á því að fá kvef. Og síðan hérna sjáum við hvernig deilur sem við lendum í daglegu lífi, svo kallar interpersonal stress, getur haft áhrif á viðnámsþrótt líkamanns, hann sérstaklega minnkar og aukna líkur á því að fá kvef og einnig þegar að fólk lendir í því til dæmis að missa vinnuna að þá minnkar viðnámsþrótturinn og það er ágætt að taka dæmi einmitt kvef. Hérna sjáum við eftir því sem að sálfræðilegt álag eykst hjá einstaklingum, þeim meiri líkur á því að við fáum kvef og hérna en þegar við erum að tala um álagsvalda þá eru þeir náttúrulega margs konar bæði í umhverfinu og í einkalífinu og hér sjáum við upptalningu á nokkrum slíkum álagsþáttum í menningarsamfélagi okkar. Það er samdráttur eða þensla í atvinnulífi og við hefum náttúrulega fengið vænan skammt af slíku eftir hrunið. Það eru jarðskjálftar og eldgos og hvoru tveggja höfum við náttúrulega fengið vænan skammt af á undanförnum árum. Það er óveður, stríð, það er að búa í lélegu húsnæði þar sem er mikill hávaði, hiti, mengun, mannmergð og mismunun. En það er líka í einkalífinu margt sem að getur valdið álagi, svo sem sorg, skilnaður, gifting, ábyrgð, minnkuð eða aukin ábyrgð, tilfærsla í vinnu, meðganga, rifrildi, breytingar á mataræði, dagamunur á heilsufari og einelti og húsbygging, ég tala nú ekki um. En síðan hefur persónugerðin okkar líka áhrif á heilsu. Þannig að persónugerð sem einkennist einna helst
og talin hafa áhrif á viðbrögð við streitu, það er tilfinningasemi, það er svartsýni og bjartsýni, það er stjórnráð tilfinninga, það er að segja tilfinning fyrir það að hafa stjórn á eigin lífi. Það skiptir gífurlega miklu máli en við skulum aðeins líta á tengslin milli atferlis og sjúkdóma. Þannig að margir bregðast við streitu með því að auka notkun heilsuspillandi efna með reykingum, drykkju, pilluáti og svo framvegis. En slíkt atferli ásamt lélegum mataræði og hreyfingarleysi getur leitt af sér margs konar sjúkdóma. Svo við sjáum þennan hérna ágæta mann sem að slappar af í sjónvarpinu og drekkur bjór og reykir vindla. En þunglyndi, hérna er alvarleg röskun og oft eftir að þunglyndi er komið af staða þá eru líkur á því að það komi aftur síðar á lífsleiðinni. Það eru ef að menn hafa greinst með meiri háttar þunglyndi þá eru 40% þeirra sem hafa hlotið slíka greiningu sem fá annað þunglyndskast innan 2 ára og 90% hafa fengið annað kast innan 15 ára. Þannig en það hefur vissulega áhrif á ýmsa þætti lífsins, svo sem vinnugetu og samskipti við aðra, og við vitum að það er sjálfsvígshætta meðal þeirra sem eru þunglyndir. En því er mikilvægt að greina þunglyndið og meðhöndla. Og hvað getum við gert til að fyrirbyggja það? Já, það er í rauninni, og hversu lengi á að meðhöndla. Það er kannski vert að geta þess að þunglyndi, þó að það sé alvarlegt, að þá hefur það sitt ákveðna lífsskeið. Það jafnar sig yfirleitt á hálfu ári hjá allflestum og þannig að það má líkja þunglyndi við lægð. Það eru sveiflur, við föllum niður í öldudalinn en komum síðan upp og venjulega tekur þetta tímabil svona 3 til 6 mánuði. En þunglyndi er mjög algengt eins og þið sjáu hér að það eru 17%, 12 mánaða algengi eru 10%. Þetta er mjög algengur kvilli og oft talað þunglyndi sem kvef geðsjúkdómana til þess að undirstrika hversu algengt það er. En aðeins skulum við rifja upp hver einkenni þunglyndis eru. Það eru leiði, það að vera einmana, áhugalaus og geðvondur og svona yfirdrifið neikvætt og niðurdrepandi sjálfsálit, röskun á starfi líkamans sem leiðir til breytinga á matarlyst til að mynda og svefni, og það er varðandi svefni en þá er mest áberandi að vakna mjög snemma upp á morgnana og er erfitt með að sofna aftur, finnast dagurinn framundan vonlaus en líða heldur betur eftir sem líður á daginn. Það verða breytingar á hægðum, já, og minni áhuga á kynlífi. Einnig eru algengar kvartanir verki, máttleysi og þreytu, breytingar á starfshæfni sem geta endurspeglast í því að sveiflast allt frá því að vera í hægagangi upp í það að vera ofvirkur. Það er röskun á hugsun og einkum áberandi skortur á einbeitingu, jafnvel svo mikill skortur að maður á erfitt með að ná forsíðufréttunum í blöðunum, erfitt með að fylgja þræði í sjónvarpinu, óákveðni, áhugaleysi, áleitnar hugsanir vonleysi og vanmátt. En kvíði og þunglyndi fylgjast að, og það má líta svo á að kvíðin og þunglyndi séu til síns enda á samfelldum ás, og þeir sem eru þunglyndir eru líka kvíðnir, nánast undantekningarlaust, og þeir sem eru kvíðnir finna einnig fyrir depurð. Þunglyndi og kvíði eru algengir kvillar og við vitum að þunglyndi er að aukast meðal unglinga og ungs fólks og það er mikið áhyggjuefni. En þessi mynd sýnir mjög svona myndrænt hvernig þessa skörun milli þunglyndis og kvíða, og en við höfum verið að gera rannsókn hérna á líf algengi geðraskana
meðal þeirra sem eru nýgreindir með brjóstakrabbamein. Það er Margrét Ingvarsdóttir sem er að vinna því verkefni undir handleiðslu okkar Helga Sigurðssonar krabbameinslæknis, Sigurðar Arnar Hektorssonar geðlæknis og Hrefnu Magnúsdóttur hjúkrunarfræðings og Snorra Ingimarssonar geðlæknis og krabbameinslæknis og þetta er nú ekki mjög stórur hópur sem við skoðum enn sem komið en það eru 35 einstaklingar, en það eru algengustu greiningarna voru tóbaksnotkun, það voru 48% viðmælanda. Fælni var mjög algeng og aðrar tegundir kvíða, einnig þunglyndi og svo kölluð líkamsverkjaröskun, átröskun og áfengismisnotkun sem voru nú ekki algeng vandamál. Það er hins vegar mjög sláandi hver tóbaksnotkun var algeng. Já. Það eru það er rauninni, þetta heitir somatoform disorder á ensku og þýðingin ekkert sérlega góð á íslensku, en þetta eru ýmis einkenni sem menn finna frá líkamannum og er algengt að greina en hins vegar kannski hefur þessi ákveðna greining ekkert sérlega mikið að segja í þessum hópi einstaklingar sem að finnur eðlilega fyrir verkjum, og þar af leiðandi slær kannski þessi greining út meira en það er nákvæmlega svoleiðis þannig. Og hér nú bara mynd sem að ég sá og mér þótti falla vel að efninu. Hún segir hérna á ensku: No, I don't need an alarm clock, anxiety is my alarm clock. Ég þarf ekki vekjaraklukku, kvíðinn er vekjaraklukkan mín. Og þegar við erum kvíðin þá verðum við ofurnæm á viðbrögð líkamanns og skynjum kannski og ferum að beina athyglinni að þessum viðbrögðum, og það má sömuleyti líka þessu við það að vera með ofurnæman hvað heitir það brunavara, sem fer í gang bara þegar við ristum brauð. Það er að segja að hinn kvíðni hefur tilhneiging til þess að fylgjast svo vel með líkamann að hann finnur vægustu viðbrögð, og sem er ekki sérlega gott. En þetta eru helstu tegundir kvíða. Það er fælni sem er mjög algengt vandamál og menn eru kannski ekki að bera á torg. Það er óttinn við það að við til dæmis hundar hafa verið talsvert mikið í umræðinni og kom upp núna meðal annars í tengslum við þessa umræðu konuna á Akranesi sem að var meinað að vera með hund var blind og var meinað að vera með hund að því að það voru einhverjir stigagangur sem að mótmæltu því munið eftir þessu máli. En það hefur hins vegar orðið til þess að margir þeirra sem eru með hundafælni hafa af þessu mjög miklar áhyggjur, vegna þess að þetta er svo alvarlegt vandamál hjá þeim sem eru fælnir við hunda, til dæmis að þeir missa þvag og missa stjórn á líkamsviðbrögðum sínu þegar þeir sjá hundi eða í návist hunda. Þannig að það rekast á sjónarmið sem eru mjög erfitt, er eiginlega ómögulegt að sætta en þetta frumvarp liggur núna fyrir þingi og mér hafa borist bréf frá fólki sem er fælið og hefur mjög miklar áhyggjur af þessu. En felmtur er það að verða skyndilega gripinn kvíða án þess að maður átti sig á því hvað sé að vera, og kvíðinn hellist yfir mann eins og hríðarél og líkamsviðbrögðin eru mjög sterk, ör hjartsláttur, hraður andardráttur, svimatilfinning
og maður getur ekki að heilum sér tekið en þetta ástand varir kannski bara 10-15 mínútur en fólk algjörlega lurkum lamið á eftir og það gerir sér ekki grein fyrir neinni sérstakri ástæðu fyrir þessum viðbröðum. Þetta heitir á ensku panic en það til sögn á íslensku sem útskýrir þetta mjög vel og þið kannist við sögnina að verða felmtri slegin sem mann lýsir þessu nákvæmlega. Og síðan þessi almenni kvíðir sem að, og hér aftur tenging sem ég get ekki kallað upp en þið getuð kóperað þessa slóð og séð þarna hvað að ræða. En þetta er semst slóð inn á YouTube. Og síðan árátta og þráhyggja sem er sennilega vangreint vandamál og líklega 3% af fólki sem á við slíka vanda að stríða en árátta einkennist að því til dæmis að þurfa að athuga kannski 4-5 sinnum áður með að fer að sofa hvort það sé ekki örugglega búið að loka alla glugga, hvort það sé ekki örugglega búið að slökkva á eldavélinni og hvort að útidyrahurðin sé ekki örugglega lokuð. Það þurfa að endurtaka einhver athöfn miklu oftar en eðlilegt er innan gæsalappa. Þráhyggja einkennist af því að sama hugsunin klingir fyrir eyrum og maður getur ekki losnað við hana. Því að vantarlega öll fengið lag á heilan, en þetta er svona eins og að fá lag á heilan og losna ekki við lagið, að hafa það endalaust á heilanum. Og síðan þessi áfallastreita sem hefur náttúrulega verið mjög mikið umræðin í seinni tíð út af eldgosum og jarðskjálftum til að mynda. Og svo sjúkdómsótti sem er einkennist af því að vera mjög upptekinn af ótta við sýkingu af einu eða öðru tagi. Og þetta er nú bara nánari útlistun á þessu sama. En kvíðaskemmuð, hugreiningar sem einkenna þá sem eru kvíðnir snúast yfirleitt yfirvofandi ógn og beinist að þeim sjálfum. Þannig að sama áreitið eða aðstæður framkalla geta framkallað ólík viðbrögð hjá okkur. Þannig að við bregðumst ekki við kvíðaveikjandi aðstæðum öll á sama hátt heldur eru viðbrögð hvers og eins okkar einkennandi fyrir okkur en ekki endilega einkennandi fyrir alla. Og þið kannist við það þegar þið undir miklu álagi að finna kannski fyrir örum hjartslætti, að finna fyrir sumatilfinningu, að finna fyrir óþægindi kviðarholi, að það slær út svita. En þetta er menn upplifa, vöðvagigt, vöðvabólga, það er mjög einstaklingsbundið hvernig menn upplifa kvíðan sinn. En hvað getum við gert til að takast á við spennu og álag í daglegu lífi? Það er fyrsta lagi að líkast þyngdin svari til hæðar og borða eina heildags máltíð á dag, reykja ekki, neyta áfengis í hófi, sofa 6-7 tíma á sólarhring, stunda líkamsrækt 3-4 sinnum í viku og það hefur mjög mikið að segja, hálftíma í senn, ganga vel við fót og leggja stund á slökunni þegar við heyrt tala slökun hérna áður og hún er gífurlega þýðingarmikil og fyrir okkur öll. Og einnig skiptir hreyfingin alveg gífurlega miklu máli og ég myndist hérna á að hreyfa sig 3-4 sinnum í viku, hálftíma í senn, en ganga er einhver besta hreyfing sem að umræðir, þannig að það að fara út að ganga og ganga vel við fót, það hefur gífurlega mikil áhrif og bæði náttúrulega eðlileg aðferð fyrir okkur til að losa spennu í líkamanum og einnig til að byggja upp spennu þol og viðnámsþrótt. Meðal þeirra sem eru lítið stressaðir eru svipuð heilsufarsvandamál hjá þeim sem eru í góðu formi og hinum sem eru í lakara formi. Meðal þeirra sem voru stressaðir en í góðu formi var minna heilsuvanda eða þeir voru í góðu líkamlegu formi. Og það sem er líka áhugavert að minnast á er að rannsóknir á þunglyndi hafa leitt í ljós að líkamsræktin ein og sér að hún hefur mjög gott mótvægi við þunglyndi og er rauninni mjög góð meðferð við þunglyndi. En síðan er bara ítarefni hérna eftir mig. En ég ætlaði nú ekki að hafa þetta mikið lengra heldur þá frekar að reyna að svara
fyrirspurnum en ég var beðinn að fjalla kvíða og þunglyndi og og í rauninni hvernig við getum reynt að takast á við þennan vanda en hugsanlega hafa vaknað einhverjar spurningar hjá okkur sem ég vil þá gjarna reyna að svara. Endilega. Já, já, já. Verða hvað sér? Já, 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 já. Já, það er, sko, ég gat þess ekki að í þessari rannsókn sem við erum að gera núna og ég vitnaði til áðan að þá hefur við litið á viðbrögð við tíðindunum og þá er það greinilegt að fyrst eftir að tíðindin berast að þá endurspeglast það í mjög háum einkunnum á áfallastreitu en strax bara 6 til 8 vikum síðar þá hefur þetta breyst mjög og dregið úr þessum viðbrögðum. Þannig að já, það er vissulega alveg rétt og ég ætlaði mér nú ekki að halda fyrirlestur kenningar sem þú ert að vitna til en það væri vissulega viðfangsefni sem er áhugavert en og það já, já það man ekki já sem fylgir því já en ég held að það endurspegli kannski það er náttúrulega áfall að fá þær upplýsingar að maður hafi greinst með slíka sjúkdóm og ég held að það leiði oft til þess að maður á erfitt með að leggja á minnið og í rauninni er það nákvæmlega sama sem gerist í þunglyndi að það er minniskerðing mjög áberandi og einn af fylgifiskum þunglyndis og það er væntanlega eitthvað svipað á ferðinni. En þetta vinningsleysi, finnst þér það vera viðvarandi eða það sem að já, 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 akkurat. Það er kannski einhverju sem vilja víkja því hér í salnum. Er það reynsleika líka? Já, já, það er nefnilega líka rétt, sko. En, já, akkurat, það er rétt. Já, 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 einmitt. Já, það getur verið fylgifiskur sæfingarinnar. Og það er líka vel þekkt, sko, að þetta er fylgifiskur ýmiss konar lyfjatöku. Það er þannig að því má ekki gleyma, jafnvel bara róandi lyf geta haft heldur neikvæð áhrif á minnið. Já, en fleiri spurningar? Mm. Já, nei, já, en ertu með þess, já,
það er já, mér finnst erfitt að svara þessari spurningu. Við sjáum í okkar rannsókn að það er mjög áberandi aukinn kvíði en, en, en þunglyndið ekki að sama skapi, en það getur verið að það komi síðar vegna þess að það fylgir nú já, getur gert það og það er ekkert í sjálfu sér óeðlilegt við það. Og en það sem er mikilvægt að hafa í huga líka að fólki stendur til boða aðstoð ef að það hefur áhuga á það. En þetta er mjög já, 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 akkurat. Ég, já, 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 ég held að það sé mikilvægt að horfast í augu við vandann. Það er, ég tek bara undir það með þér, ég held að það sé rétt. Ja. Að horfast ekki í augu við vandann. Já, það geti gert það. En það er svo fjarskalega erfitt að svara þessu almennt, en þetta er svo einstaklingsbundið og það eru margir sem að ekki finna til þunglyndis og það. Já, 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 það er það. Og það er líka algengt að menn sveiflist mjög í geðslagi. Þannig að sko, þegar við erum að tala um þunglyndi strangt til tekið þá erum við að tala um ástand sem varir í nokkra mánuði en á meðan meðferðinni stendur þá kannski sveiflast menn sko með tiltölulega litlu millibili milli þess að líða þokkalega og síðan að líða ekki vel. Þannig að við erum þá ekki beint að tala um þunglyndi eins og það er almennt skilgreind, heldur erum við að tala um sveiflur á geðslagi sko, og þess vegna vildi ég leggja áherslun á það að við sveiflumst milli þess að líða illa upp í það að vera kannski mjög kvíðinn en ekki kannski bara alveg í geðlægð vegna þess að geðlæðin einkennist af þessu mikla athafnaleysi og menn liggja fyrir og koma sér ekki fram úr rúmi, finnst lífið tilgangslaust mér hefur fundist þeir sko krabbameinssjúklingar sem ég séð oftast vera mjög duglegir bara og já, akkurat það er bara mjög eðlilegt, já, akkurat. Sveiflur í geðslagi er einkennandi kannski. Já. Ég, sko, margir takast náttúrulega ákaflega vel á við sjúkdóminn og eru mjög virkir þannig að þeir ná oft mjög góðu jafnvægi, andlegu jafnvægi í kjölfar sjúkdóms og kjölfar meðferðar. Það er það sem vorst að spyrja eftir. Já, akkurat. Vanlíðan, já, akkurat. Já, það er undirliggjandi vanlíðan og kvíði en kannski ekki endilega þunglyndi eins og við erum að skilgreina það hér. Nei, já. En distresskvarði, já. Já, já. Já, hann hefur talsvert verið notaður, mætti nota meiran og þeir sem að þetta er kvarðir sem að er svona nokkuð konar hittamælir á líðan sem að fólk er beðið að fylla út og þeir sem að skora hátt á þessum kvarða þeir fá þá sérstaklega athygli og þeim er þá boðið upp á
sálfræðiþjónustu eða eitthvað slíkt. Það hefur, sem við erum ánægð með þann kvarða, sálfræðingarnir, og finnst kannski að tilvísanirnar séu þá betur grundaðar en áður. En ég held að hann sé ekki kominn í fulla notkun þessi kvarði. Er það ekki það sem þú ert að spyrja um? Já, já. Já, já. Mm, já, já. Já, já, mér finnst talsvert vera lagt upp úr slökun og það er boðið upp á slökun sem að ég held að margir nýti sér upp á spítala og náttúrulega hér veit ég og annar staðar. Ég held að það sé mjög af hinu góða vegna þess að fólk á að geta nýtt sér slökun í rauninni kannski að miklu leyti óháð ástandi á hverjum tíma. Það er ekki allir sem hafa tök á að fara út að hreyfa sig allavega tímabundið en slökun ætti maður að geta nota hvar og hvenær sem er. Þannig að ég held að hún sé mjög mikilvæg og hún er eðlileg aðferð til að takast á við spennu í daglegu lífi. Hún hefur náttúrulega verið með manninu frá örófi alda og rannsóknir hafa leitt í ljós að það er bara mjög jákvætt og uppbyggilegt fyrir fólk að læra og stunda slökun. Nei. Já, mér finnst það orðið miklu meira meðtekið og viðurkennt en áður var. Já. Og það er ekki tókus bókus við það. Já. Fleiri spurningar sem þið hafið? Þessi kvarði sem er notaður upp á krabbameinsdeildum heitir distress kvarði. Hjúkrunarfræðingarnir leggja hann held ég fyrir og það hefur verið unnið í því að innleiða hann núna í nokkur ár og þetta er nú bara eins og annað, það tekur tímann sinn að koma þessu á allstaðar. Já, 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 nei, nei. Það er ekki víst að við séum að tala um sama kvarðan, ég þekki það ekki. Nei. En hann er mjög einfaldur þessi kvarði og já. Nei. Takk sömuleiðis. Það er alltaf gott að koma hérna til ykkar og mjög ánægilegt og ég þakka líka fyrir.